Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Í dag er mánudagurinn 30. og 1. mars. Mars að klárast, ótrúlegt í rauninni hvað árið virðist vera fljótt að líða. En eins og þið sjáið, þá er ég komin í mitt svona hefðbundna umhverfi. Þó svo mér líki mjög vel hérna, þá náttúrulega var þessi rammi náttúrulega geggjaður að geta tekið svona upp í sjóinn. En það breytir því ekki að ég er komin heim frá tenni og líkar það enda bara mjög vel og get farið aftur að vinna. Hérna, ef að þið eru að hlusta á þetta í hefðbundni veitu, þá er þetta síðasta skiptið sem þið fáið þáttinn samdægur. Það er að segja, ef að þið viljið þáttinn fyrr, þá kemur hann fyrr inn á pardus.is/1pæling ásamt því að vera án auglýsinga. En núna ætla ég að fara að setja inn auglýsingar frá styrktaraðilum eða samstarfsaðilum sem að ég er svona í samningaviðræðum við og búinn að klára samninga við þó nokkra sem að mér þykir reyndar mjög spennandi. En ef þið viljið losna við það að hlusta auglýsingar og fá þáttinn fyrr en ella, að þá farið inn á pardus.is/1pæling. En aðal náttúrulega málið með það að vera að styrkja þetta framlag er að sjá til þess að það verði til. Ég fæ mest af mínum tekjum úr þessu hlaðvarpi sem er samt ennþá frekar lítið mestmegnis frá áskrifendum. Þannig að endilega, ef að þið viljið styrkja þetta framtak og gera dag minn örlítið betri, þá held ég líka áfram að búa til þetta efni. Þá er það pardus.is/1pæling. En hérna, vindum okkur í þetta. Ég er með svolítið svona, já, ég ætla að fara á svona smá hundavaði yfir það sem er búið að vera að gerast í dag. En í dag komu fram tillaga til þingsályktunar fjármálastefnu fyrir árin 2026 til 2030. Og þetta er alls sjálfsögðu frá fjármálaefnahagsráðherra sem að segir að við munum koma til með að stöðva hallarekstur eigi síðar en árið 2028, þannig að skuldir hins opinbera taki að lækka markvisst í hlutfalli við landsframleiðslu. Og þetta er rosalegt markmið. Ég að sjálfsögðu fagna þessu. Ég tel að þetta sé rosalega jákvætt ef að þeim tekst þetta. Ég var reyndar að hlusta á viðtal á Samstöðinni í gær þar sem Inga Sæland fór mikinn það hvað allt væri að fara að verða miklu betra, bæði væri hallarekstur og þjónusta aukin. Ég svona á svolítið erfitt með að trúa því, en aftur á móti, ég styð ríkisstjórnina ef að þeim tekst að gera þetta. Það sem að mér þótti áhugavert, og ég hef reyndar fjallað þetta áður, var að núna er komið, það er kafli hérna í þessu nýja skjali, umbætur og umgjörð opinberra fjármála með nýrri stöðugleikareglu. Og hún sem sagt fjallar ákveðna stefnumörkun í ríkisfjármálum, og svo ég lesi nú bara aðeins upp úr þessu. Reglan felur í sér hámark á árlegum vexti útgjalda að raunvirði í fjármálastefnu og fjármálaáætlun. Það hámark 2% tekur mið af vaxtargetu landsframleiðslunnar, það er svona aðalmálið í þessu, til lengri tíma. Helsta markmið þessara breytinga er að fjármálareglur lagana stuðli samtímis að sjálfbærni og stöðuleika en til þess hafa fjármálareglunar ekki stuðla nægilega vel að því síðarnefnda. Og ég fjallaði þetta að það var það sem var fjármálaregla sem var í rauninni bara afnumin í COVID. Og ef við líka hugsum aðeins út í þetta, það var, ég held að þetta sé 300-400 milljarða halli í COVID-19 vegna, þess hvernig við tókum á þeim málum. Og ég var nú bara að lesa gamla grein hérna þar sem var fjallað ræðu Bjarna Benediktssonar, ég ætla bara að lesa aðeins upp úr hennu. Kórónuveirufaraldurinn hefur kostað ríkissjóð Íslands 200 milljarða króna í beinum aðgerðum og líklega annað eins í óbeinum aðgerðum. Þetta kom fram í svari Bjarna Benediktssonar, fjármála- og efnahagsráðherra við spurningu Jóns Þórs Ólafssonar, þingmanns Pírata í undirbúnum fyrirspurnatíma. Bjarni, og svo fjallaðans meira þetta er eins og ég segi 300-400 milljarðar þarna. Bjarni tók fram að Íslendingar hafa verið leiðandi á heimsvísu á margan hátt í viðbrögðum við faraldrinum, meðal annars varðandi tvöfalda skimun og smitrakningu. Og svo vitnaði hann: við höfum á suma vegu verið ákveðnu brautryðjanda starfi í aðgerðum okkar. Og ég veit alveg að Bjarni telur, og ég held að það sé fullvíst að hann telji að við höfum gengið of langt fram í öllum aðgerðum í COVID-19, en aftur á móti er það ástæðan fyrir þeirri stöðu sem við erum í dag. Og
mér langar sko aðeins að fjalla þetta í samhengi við bara opinberi rekstur almennt. Nú sjáum við náttúrulega að á mörgum sviðum, svo ég tönglis nú áfram að því, að þá kulnun opinberra starfsmanna komin hátt í 40% á mörgum sviðum og í rauninni á flestum þeim sviðum sem maður einhvern veginn kíkir á. Og ég held að það sé ekkert kerfi sem getur verið með 40% af mannafla í launuðu leyfi vegna kulnunar. Ég held að það sé algjörlega ósjálfbært og ég held að kulnun verði fyrirbæri sem að muni hverfa á braut að stærstum hluta eftir ekki svo langan tíma, allavega í þeirri mynd sem við erum að sjá í dag. Að sjálfsögðu hefur fólk þurft að fara í launað leyfi út af ýmsu, en kulnun eins og hún praktiseruð í dag bara algjörlega ósjálfbær. Ég ætla að byrja á að spila fyrir ykkur klippu með Milton Friedman sem að ég fann fyrir ekki svo löngu og ég langar að setja þetta í samhengi við þessi mál. Það að segja hvert viðhorf okkar til opinberra fjármála og ég held að það sé eitthvað sem að við munum koma til með að horfa tilbaka á og hugsa svona bara hvað vorum við eiginlega að spá, en horfum á þetta myndband og svo ætlum við að ræða það. Secretary of the Treasury Blumenthal blamed our current rising inflation in a large part on our foreign trade and unions. He did, however, say that the government was little to blame. Would you like to comment on that? Yes. Unfortunately, it is one of the defects of our political system that we always put a Secretary of the Treasury and other high government officials into a position in which, when they make public statements, they are almost driven. Well, what's the word I want to use? I want to use a polite word, equivocate. Secretary Blumenthal knows as well as you and I do that inflation does not come from trade unions. That doesn't mean that trade unions aren't grasping. Of course they are. But they don't produce inflation for one simple reason. They do not own a printing press on which you can turn out green pieces of paper. The only such printing press is in Washington. I say printing press, of course, in the modern age we do it in a more sophisticated way. We use bookkeepers and accountants and computers. But it comes down to the same thing. Inflation is made in Washington because only Washington can create money. And any other attribution to other groups of inflation is wrong. Consumers don't produce it. Producers don't produce it. The trade unions don't produce it. Foreign sheiks don't produce it. Oil imports don't produce it. What produces it is too much government spending and too much government creation of money and nothing else. Yes, sir. Sko, það annar hluti í þessu myndbandi sem ég langar líka að spila hérna eftir smá. En bara svona til að setja þetta í samhengi við sko stöðugleikaregluna, þá var einnig sko árið 2015 þá kom grein sem var skrifuð af Jóhanni Páli Jóhannsinni, núverandi umhverfis- og orkumálaráðherra, sem að fjallaði ummæli Katrínar Jakobsdóttur það sem að hún taldi vera hægri sinnaða efnahagsstefnu. Og þar sem sagt var sett inn í lög þetta ákvæði að halli væri sem sagt alltaf undir 2,5% af landsframleiðslu. Og ég ætla aðeins að bara lesa úr þessu grein. Og titillinn sem sagt segir fjármálaregluna fela í sér lögfestingu hægri sinnaðar efnahagsstefnu. Nýsamþykkt lög opinber fjármál takmarka svigrúm fjárveitingarvaldsins til að reka ríkissjóð með halla. Stærstu og mikilvægastu lög haustþings, segir Guðlaugur Þór. Og svo byrjar greinin hérna. Heildarlög opinber fjármál voru samþykkt á Alþingi á laugardag með 46 atkvæðum. Einungis þingmenn Vinstri grænna greiddu atkvæði gegn frumvarpinu, en að sögn Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, varaformanns fjárlaganefndar, þetta stærstu og mikilvægastu lög þessa haustþings. Með lögunum svigrúm fjárveitingavaldsins til að reka ríkissjóð með halla takmarkað allverulega. Stundin fjallaði ítarlega þennan þátt frumvarpsins svonefnda í fjármálareglu í sumar
og ræddi við 2 hagfræðinga sem leist ekki blikuna. Og þetta fjallar bara mestmegnis það að það setja einhvers konar hömlur á það hversu mikið ríkið getur eytt af fjármunum sé í grunninn hægri sinna, og kannski það bara rétt. Ég meina Milton Friedman talaði það að þetta gæti ekki farið úr hófi út af því að þá væri í rauninni verið bara að skapa verðbólgu. En þetta sem sagt það sem að þessi ríkisstjórn núna að fara að setja á laggirnar. Og það sem mér hefur þótt svo ótrúlega einkennilegt núna á svona síðastliðnum árum að þessi stöðugleikaregla eða fjármálaregla eins og hún hét þá, þetta var svo sagt í tíð Sigmundar Davíðs þegar Framsókn og Sjálfstæðisflokkur voru ríkisstjórn, að þá einhvern veginn var ekki sett neinar hömlur á þetta eftir COVID. Það að segja að þessi regla var bara afnumin í COVID út af því að við vildum einhvern veginn fara að takmarka frelsi fólks og náttúrulega sópa nógu mikið af peningin á hagkerfi sem hafði ekki, var bara í kulnun út af því að við gátum ekki verið að reka hennar starfsemi á þann máta sem við hefðum viljað gera. En það var ekki sett neinar forsendur fyrir því að hún lögð á aftur eftir COVID, fyrr en núna hjá þessari ríkisstjórn. Og fólk getur kallað þetta hægri sinnað og bladrað það, en ég meina út af því að það alltaf að tala það að þetta sé eitthvað sem muni koma til með að halda ríkinu niðri í aðgerðunum sínum til að koma til móts við hópa. En við skulum aftur á móti athuga það að þegar við erum til dæmis að tala ungt fólk og peningaprentun, að þá erum við að sækja auð sem í rauninni ekki okkar. Það að segja, við erum að krefjast þess að við fáum peningaláni sem aðrir munu þurfa að koma til með að borga. Þess vegna hefur verið ótrúlega einkennilegt eins og þegar maður að hlusta á fólk sem í HÍ eða í listaháskóla eða einhverju því líku, að það alltaf að tala það að þurfa að koma til móts við stúdenta, þurfa að koma til móts við þessa hópa, þurfa að koma til móts við þennan hóp. Alltaf undir þeim formerkjum að það sé verið að taka peninga af þeim sem eru ríkir og vera að færa þeim sem eiga ekki pening. Þetta bara dellátt af því að þetta allt bundið við það að það sé peningaprentun í gangi. Og í því samhengi langar mig aðeins að spila seinni hluta þessa myndband sem ég var að sýna ykkur með Milton Friedman. Before you clap, let me point out that the reason why we have too much printed spending and too much printing of money is because you people want it. You and I. We're citizens, we run this country. If Congress has been voting higher and higher spending, why? Because it has been politically profitable for them to do it. If they have been voting higher spending and not voting the higher taxes to pay for it, why? Because it's been politically profitable to do it. We would all like to get something for nothing. And so the political process has been leading to Congress increasing spending, not increasing taxes, and financing the difference by the hidden tax of inflation. I think we are unwise. But let's not blame the others. The problem, in that famous statement of the cartoonist, we have met the enemy and they is us. Og þannig finnst mér hann algjörlega negla þennan punkt út af því að það sem náttúrulega mikilvægt að muna að eftirspurn, eða pólitísk eftirspurn ekki endilega til þess fallin að bæta umhverfi okkar efnahagslega. Það að segja að við viljum ofta einhverja hluti og við viljum þá strax og þar að nefndi viljum við bara ríki koma til með að greiða þá, en við gerum okkur ekki grein fyrir því að það mun koma til með að rýra kjör okkar seinna meir og rýra kjör barnabarna okkar. En það eitt sem ég langar að benda á í þessu samhengi sem það að núna erum við náttúrulega í allt öðruvísi fyrirkomulagi samt sem áður. Það að segja að hann Milton Friedman að tala stéttarfélögin og stéttarfélögin eru náttúrulega ekki þau sem að búa til verðbólgu. En við þurfum líka að horfa til þess að hér á Íslandi þá eru stéttarfélögin eiginlega samofin ríkinu. Þegar það kemur til að kjarasamningum þá ekki talað neitt annað en aðkomu ríkisins. Það allir kjarasamningar verið að byrja á því að tala aðkomu ríkisins. Þannig að hér á landi eru við í svo miklu verri stöðu hvað þetta varðar, en einhvern veginn teljum við okkur í trúum að þetta sé að fara að bæta hag okkar. Það segja að ef að krónutölu lægsta þeirra sem eru með lægstu launin koma til með að hækka að þá séum við öll að græða. Það náttúrulega bara að della, það allir að tapa og svo skiljum við bara ekkert af hverju húsnæðisverðar að hækka svona mikið. Og þegar að lægstu laun eru hækkuð og segjum sér svo að þegar einhverjir sem eru til með byggingageiranum fær hærri laun sem eru kjarasamningsbundin, að þá eru við líka að búa til ákveðin svona rauðningsáhrif þar sem að byggingaraðilar eru óumflýjanlega ákveðinu óvissu og ef að þeir eru stanslausir óvissu þá eru þeir ólíklegri til þess að fara að taka þessi verkefni, og ég veit að það eru verkefni hér á landi sem hafa komið út í mínus og þar af leiðandi hefur það ákveðin fælingar áhrif á þá sem eru í
geiranum og veldur því að minna byggt og svo náttúrulega prentaðir peningar inn á þetta kerfi og þá náttúrulega hækkar það húsnæði sem fyrir hendi En við virðumst bara ekki ætla að skilja þetta og viljum einhvern veginn bara að það sé alltaf prentaðir peningar þangað til kannski núna, ég veit ekki hvort það séu jákvæð teikn en ég verð samt að segja eins og sko að mér finnst frekar áhugavert að í þessu plaggi sko að tala sjálfbærni, varfærni, stöðuleiki, festa, gagnsæi það svona stöðuleika regla og skuldaregla sko það sem að svolítið merkilegt í þessu að áframhaldandi sko, það ekki að segja svik en flokkur fólksins virðist vera að fá sáralítið út úr þessu ríkisstjórnarsambandi að svo virðist, ég ekki eitthvað rosalega spenntur fyrir því að vera leiðilegur við flokk fólksins en aftur á móti þá ég var bara eitthvað að googla einhver orð, þú veist, félagsmál eru ekki neinstaðar nefnd í þessu fjárlagaplaggi eða fjármálastefnu réttara sagt og ég veit ekki alveg sko hvernig þau ætla að koma til með að sko standa við öll þau loforð sem þau nefndu en aftur á móti þá þetta sko frábært plagg hvað varðar það að taka við hallarekstri sem að þau, eins og segi, þau lofa því að þetta verði komið í lag árið 2028 sem að rosalega metnaðarfullt markmið þannig að eins og segi, ég bara mjög spenntur fyrir þessu en sko ég með mínar efasemdir ég líka með mínar efasemdir það að þegar að sko þetta plagg sem að kannski margir telja að vera rosalega flott en menna þegar það kemur svo til með að verða leitt í sko praxís hvernig munu stéttarfélögin bregðast við þeir eru reyndar eins og með hann nafna minn Eyfjörð sem að núna að fara að fá 71 eða hvað var það, 69 milljónir tæpar fyrir það að hætta sem starfsmaður Samhengis. Það örugglega einhverjir sem að, ef þið munið eftir því, þá náttúrulega lýsti ég því hvernig BSRB-þing var fyrir ekki svo löngu og ég reyndar stóð með nafna mínum í því að halda áfram sem formaður en honum var eiginlega bara sparkað. Ég skil ekki, ég náttúrulega í kjaranefnd Samhengis og það var fundur daginn sem ég bara komst ekki á. En ég meina hvernig sko stéttarfélögin og nú ætla ég bara að kasta honum undir vagnin út af þetta algjört sko galið og hann eitthvað lígur því að það hafi allir verið einhvern veginn bara svona nokkuð par sáttir á fundunum það að hann hafi komið til með að taka við þessu fé og það hefur nú ekki verið mikið hafari. Það kjaftæði, það algjört kjaftæði að fólk hafi ekki verið brjálað. Ég talaði um marga sem fóru á þessum fund og það voru mjög margir pirraðir og voru á úthúðan fyrir þetta. Þannig að það enginn að vera að segja með það að hann sé eitthvað að gera þetta í einhverju góðvild. Svo sagði hann að það væri best fyrir félagið að hann taki við þessum peningum. Og sko ég náttúrulega, eins og margir vita, alveg brjálaður yfir því hvernig fyrirkomulega stéttarfélagi hér á landi hefur verið komið fyrir. En þetta var einhvern veginn það ótrúlegast að neyðarsjóður Ragnars Þórs bara einhvern veginn hlægilegur í samanburði við þetta. En mér finnst stéttarfélögin vera orðin bara tómar skeljar. Ég bara skil ekki hvernig við erum komin á þann stað að það sé búið að sannfæra fólk bæðum það, eins og í samhengi verið það sem ég var að tala áðan, að peningaprentun sé einhvern veginn að fara að bæta velsæld og að stéttarfélögin sé að vinna fyrir hag þeirra. Það bara ekki rétt. Stéttarfélögin í dag eru ekki að vinna á hagsmunum þeirra sem að þeir segjast verið forsvari fyrir. Við erum nauðbeygð í að taka þátt í þessu og svo erum við nauðbeygð í að borga einhverja risa starfslokapakka og svo náttúrulega bara einhvern veginn verið að samfara okkur það að krónutöluhækkanir sé að fara að bæta lífskjör okkar og svo hækkar húsnæðisverð út af því og við erum að borga 80 milljarða inn í kjarasamningar frá ríkinu og teljum okkur einhvern veginn í trúum það að þetta séu peningar sem komu okkar ekkert við menn að þú að borga hátt í 50% skatta sko. Þannig að við erum á einhverjum stór undarlegum stað en ég held, svo ég var nú að klára þetta, ég held að þessi þingsályktunartillaga fjármálastefnu til árið 2030 sé eitthvað sem ég reyndar held að muni ekki koma til með að vera leidd fram í praxís þó svo að hún mun örugglega vera samþykkt. Við náttúrulega búum við mjög mikinn óstöðuleika, við veitum ekki hvað gerist út í heimi þannig að það verður örugglega erfitt einhvern veginn að standa við öll þessi loforð en það er svo sem ekkert fleira sem ég heldur sagt hafa sko. Mér finnst bara þetta myndband með Milton Friedman árið ég held að það hafi verið 1978 nær svo fullkomlega
utan það sem að gerast hér á Íslandi og reyndar örugglega víðar, en mér finnst þetta alveg sérstaklega eiga við Ísland, þar sem við erum einhvern veginn búin að sannfæra okkur það að peningaprentunin hins opinbera sé að fara að bæta lífskjör og að við getum einhvern veginn verið með opinbera rekstur sem er 40% kulnun og það er ekki einu sinni snert á því, það er ekki einu sinni snert á því hvernig við ætlum að koma til með að takast á við þann vanda sem fylgir því að opinberi starfsmenn eru í hálfpartinn ekki í vinnu, samhliða því náttúrulega vera að fá 10% styttri vinnuviku heldur en flestir aðrir sem að náttúrulega fá ekki þetta frí og svo einhvern veginn prentuðu peningin á þetta kerfi til þess að takast á við einhverjar launakröfur. Svo erum við allir rosalega þunglynd og okkur þykir þetta alveg ómögulegt og svo verða lífskjöru verri, svo alltaf verðbólgan áfram. Reyndar verðbólga að hjaðna sem betur fer, en eins og segið, sú þróun mun snúa við ef að við tökumst ekki á við þann vanda sem að kulnun er. Við getum ekki búið við þann veruleika að kulnun aukist og við höldum áfram að prenta pening inn á hagkerfi sem hefur ekki bolmagni að takast á við það. Þannig að ég ætlaði eitthvað komin á veiðigjöldin líka, ég er bara ekkert sérstaklega góður í að fjalla ég þarf kannski bara að fá ég veit ekki, Heiðrún Lind eða eitthvað til að tala með og svo einhvern annan sem hefur líka þekkingu á þessu, kannski bara reyna að fá fjármálaráð þar. Ég læt ykkur allavega að vita hvernig það fer, en eins og segi, þetta er síðasta skipti sem að þið sjáu þáttinn á réttum tíma og án auglýsinga ef þið eruð ekki áskrifundur á paratus.is/einpæling sem að náttúrulega allir ættu að vera. 990 krónur á mánuði fyrir þetta efni og ég held að það sé gjöfin ekki gjald, það er ekkert sem að er 990 krónur á mánuði. Þú getur hort á þetta sem hálfan Subway, ég held að hálfu Subway sé mér þess að dýrari. Þannig að ef að þú ert í einhverjum vangaveltum það hvort þið að gerast áskrifandi, þá vil ég bara biðla til þín að gera það og því að heldur áfram þessu hlaðvarpi og ekkert kostar 990 krónur og ég ætla ekki að hækka það, en mér þykir einstaklega vænt að þú sért að hlusta, sama hvort þú sért að hlusta á opinberri veitu, en ef þú ert áskrifandi þá þykir mér enn fremur vænna það. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna. Njótið dagsins, takk æðislega fyrir að hlusta og þangað til næst.